Það að koma út þýðing á bók eftir Andrew Walden sem er fyrsta bókhöfundar en hefur verið svona undanfarið ár mikið umfjölluð, slegið í gegn, eins og sagt í Svíþjóð og hún strax komin hingað á vegum Benedikt forlags og það Þórdís Gísladóttir sem að þýðir og hún hér. Bókin heitir Þessi djöfulsins karlar sem nú kröftugur titill. Og þetta þá svona, þetta kynjabók vandræði kynjana á okkar tímum? Nei, sko ég held það hljómar of mikið svona eins og eitthvað sænskt. Þetta skáldsaga? Raunsætt. Hann segir þetta sé skáldsaga en fer ekkert í grafgötu með að þetta saga hans. Hann aðalpersónan heitir Andrea og systkini hans held ég heitir bara sínum eigin nöfnum og mammans og pappans. En hann breytir eða hann kallar þessa pappa sem hann átti bara á hverjum titlum sem hann býr til. Það sem sagt bara einn heitir jurtagaldrameistarinn, einn heitir presturinn, það morðinginn, eitthvað svoleiðis. Og vinir hans heita svona einhverjum dulnefnum bara svona til að hlífa þeim. En hann barn fráskilinna foreldra. Já, hann sem sagt kemst að því. Og síðan alinn upp hjá einstæðri móður. Já. Og inn í hennar líf koma þessir 7 karlar á 7 árum og sagan hefst á því að hún að leita að ástinni en finnur hún ekki? Eða leita að skjóli og öryggi? Já, og hún líka bjargamönnum. Hún ein af þeim konum sko. Og hann kemst að því þennu 7 ára að maðurinn sem hann heldur að sé pappans og pappi 2 yngri systkinans ekki pappans. Mammans segist hafa sagt honum frá því einhvern tímann en hann kannast ekkert við það. Og síðan þau skilja og við taka sem sagt 7 pappar á 7 árum. Þannig að það eru raunverulega 9 pappar. Já. Þessi 7, já, þessi fósturpabbi og svo það blóðpappinn. Og raun og veru þeir fleiri vegna þess að mamma þegar hún las handritið, þau eru mjög góði vinir, þetta ekki þannig að fjölskyldan sé hægt að tala við hann eitthvað. Þá sagði hún gætir ekki sleppt þessum og þessum, þarna einhverjum 2 sem henni fannst koma illa út og hún ekki koma vel út í því samhengi og sett inn í hérna þennan og þennan. Og annar þar með þess að samti eitthvað Eurovision-lagi Svíþjóð sem að Andri segir að sé leiðilegast Eurovision sem Svíþjóð nokkuð tíma send. En hann bara man ekki eftir því að hún hafi verið með þessum mönnum. Hann bara kannast ekki til að segja sko útgangspunkturinn var ég þurfti á einhverju augnabliki að hugsa þú veist á ég að kalla hann pappa. Gæti hann verið pappa minn eða neins svona þannig að þetta uppvaxtarsaga drengs sem að hljómar eins og það gæti verið sjónarhorn drengsins sem að rennur í gegn hjá honum frekar slælegar karlmanns ímyndir. Já, þetta það og hreinlega bara ofbeldismenn mjög og menn í mikilli neyslu. Mammans svona hippakynslóðin eiginlega alveg holdgerving. Hún, fyrsti pappin sem hann upplifir sem pappa svona maður sem að þurrka jurtir og éta sveppi og hefur mjög mikið sjálfsálit, öryrki af því hann var svo sniðugur að snúa kerfið og síðan bara ofbeldismaður og síðan svona tekur einn við öðrum en kannski hugsanlega sá sem hún líst best á sem svolítið góður, mamman hefur ekki áhuga á honum. Hún alltaf svona að reyna að bjarga einhverjum aumingjum og einhvern veginn, já. En svo þetta náttúrulega stéttasaga. Þú veist, hún á tímabili hún svona á vergangi, fara að sofa á sófanum hjá öðrum einstæðum mæðrum. Með börnin? Með börnin, þau eru stundum reyndar hjá pappa sínum, þarna þessum fyrsta. En þetta svona, og líka dálítið kannski hvernig svona félagslegt hjálp hefur einhvern veginn minnkað. Hann segir allavega núna að það var eiginlega óhugsandi. Hún fékk þó allavega alltaf svona húsnæði á endanum, bara stundum þurfti hún að bíða eins. Það var eitthvað félagslegt húsnæði, barnabæturnar og vinna við skúringar eða á skyndibitastað allavega svona sá fyrir þeim. Þau leiði ekki beinlínis skort. Það geti ekki lifað af í dag? Held ekki. Eða hann svona, já. Það var að vera þannig svona hrörnun velferðar ríkisins Svíþjóðar í bakgrunni. Já. Og það stéttartónn í þessu? Já, mikil. Reyndar, hann gerir sér náttúrulega enga grein fyrir því sem strákur. Hann býr hérna í Norrköping og þar í kring, það sem það er engin yfirstétt í hans lífi eða eitthvað svona, hann bara segir í viðtölum svona eftir á, hann náttúrulega, maður les það í gegn þarna að
hann komst til dæmis ekki að því fyrir hann var kannski komin í menntaskóla eða háskóla, hann reyndir ekki langskóla gengin, einhvern framhaldsskóla, að fólk tengdi blankheit við fátækt. Hann sem sagt, þú veist, hann vissi ekki sko, að það væri fátækt, hann sagði við vorum bara fátæk, en þú veist, það reddaðist, svo var einhver bara sem að sagðist vera fátæk. Það meina við vorum bara blönk? Já, sko, þau voru fátæk og hann, þú veist, þekkti fátækt fólk. En hann skilgreindi sig ekki þannig? Hann skilgreindi sig, sko, hann bara áttaði sig ekki á því að fólk sagðist vera fátækt þegar bara námslánu voru ekki komin, eða eitthvað svoleiðis, sko. Eða þú gast alveg selt hlutabréfin, eitthvað svona. Já, þetta oft mikið erfiðleikar í umræðinni þar sem að fólk að tala kannski að það var langt á námsárunum og líka í saman við þá sem eru í fátækt. Svona, já. Þegar maður eitthvað ekki viðtal við konu sem að sagði þá voru orðið 50 þegar hún fattaði að hún væri fátækt, sko. Já, skilgreindi sig einmitt. En hann segir einmitt líka núna allavega að það sé svolítið svona erfitt að komast upp úr þessu, hann á peninga núna, en hann einhvern veginn sé svo stressaður út af peningum að þetta var alltaf, þú veist, við verum að láta þetta duga til mánaðamóta, sko. En þessi bók er samt svona mjög, sko, það sem er svo skemmtilegt við henni, hún er svo björt og gleðileg og fjölskyldan er ennþá samhent og mammans hatar hann ekki og þetta er ekki þannig. Þannig þetta er ekki harmsaga og sko, það bjarta er tónnin í bókinni og hvernig hann hefur komist út úr þessu, hann hefur lifað hann af og það áttar maður sig á bara að leiðum að byrja að lesa að hann slapp. Og hann gerði það sem að kannski börn í þessum aðstæðum gera oft, sko, hann vorkenndi fullorðnum, þau bara svo skrítin og eitthvað ruggluð og akkur hegðaðu sér svona. Það er það sem er svolítið svona skemmtilegt, það er svona komisk, það er komiska hliðin, en ég menn það er mamman sem beinlínis það reynir eitt sambýlismörn að drepa hann og það er ekki hann sem á að vera kannski gæti hafa bjargað henni sem svona hann var hann svolítið stór, það er litla systir hann sem að grípi til sinna ráða. Og það sem mann kannski gerir svona vel, það er eitthvað svona, maður getur ekki vanmetið hvað það er sko oft áhrifaríkt að draga mann onni í eitthvað svartmyrkur mjög hratt og svo kippa mann upp í einhverja gleði aftur hratt, það verður svona áhrifaríkt og þau eiga svo mikla marga gleðistundir og það er svo margt skemmtilegt annað sko og fyndið. Já, að lífið er svona margbreytilegt, svona kaðall, það er ekki bara eitt sem lítar allt. Já, einmitt og líka bara einhvern veginn sko, hann er þarna hjá vinum sínum, hann er rosa góð að vini fara að gista hjá oft hjá einum vini sínum þegar er erfitt heim hjá honum og svona og maður svona, ég held að maður ekki tengi voða vel við þessa bóka því að þú kemst að því allt venjulega fólki í kringu því á það er var eitthvað að hjá þeim. Já, það er líklega ástæða fyrir að bókin vekur umtal og er í metsölu í Svíþjóð þótt að það sé sérstök saga hans og móður hans og systkina og allra mannana. En þá er þetta saga sem að, ég meina, fleiri þekkja. Já. Mamman er ekki eina konan sem er að bjarga, leita ykkur draumaprinsum sem að reynast fyrir að búið drullusokkar fyrir áreynist, svo veit í Dag Sigurðsson. Já, einmitt. Og hvað er það sem veldur því að mamma sér alltaf að missir ekki trúna á karl sko, það kemur undir hennar fram og hún sjálf var beitt ofbeldi af stjúpföður sem að var svona einhver respekteraði maður og allir töluðu vel og einu sinni hann hafði lent í einhverjum hræðilegu bílslysi og allir var fagna því að hann hefði lifað af og hún og systkin hennar voru bara ekkert sérlega ánægð með það þannig að hún sjálf er traumatiseruð og svo er hún er líka þessi kona, svona hippa kona sem ætlar svoleiðis að bara vera góð við það sem eru vondir, þessi vondu kalla eða hvort sem þeir eru fíklar eða bara einhvers konar fávitar. Þá verða þeir góðir. Og þá verða þeir góðir. Það er hvað, er það ekki þannig? Þetta er svona húmaníska trú. Ef við förum vel með fólk og bjóðum góðar aðstæður þá verða allir. Það er kannski bara seint með þessa menn og þeir eru svo stappfullir af sjálfum sér. Þetta er náttúrulega, þetta eru menn sem eru kannski fættir þannig 40, ég veit ekki, 40 eitthvað, mamman er fætt held í 48 eða eitthvað svo leiðis, sem eru svo ótrúlega, fullir af sjálfum sér, svo sannfærum að þeir séu guðskjöfti mannkyns. Eins og kallar eru oft. Eins og kallar eru gjarnan og einhvern veginn eru líka sko óhræddir líka eins og pappinn sem að hann er í sambandi við mömmuna þegar Andri fæðist, síðan flytur hann til útlanda, hann er útlendingur sem býr í Svíþjóð og hann flytur síðan til Belgíu þar sem hann býr og einhvern veginn stimplar sig bara einhvern veginn út og
og þetta gerar einhvern veginn menn, maður svona þekkir svo mörg svona dæmi og finnst þeir samt alveg eiga einhvern veginn svona einhvern inngöngu rétt í líf barnanna einhvern tíma löngu síðar. Hringt bjöllunni bara 30 ára síðar. Já, það svolítið þarna, sko, hann að hitta hann í fyrsta skipti 15 ára í lok bókar og það ekki nokkur eiginlega flötur á samskiptum af því að þetta bara, þú getur haft samskipti, hann getur alveg haft samskipti við eins og fyrsta pappan sem svona einhvers konar fáviti núna og þykir svona svolítið vænt hann. Pabbi tveggja systkin hans af 3. Hvernig má ég aðeins spyrja, hvað að vera Nei, einhvers svona fáviti? Það bara að lesa þetta, hann bara svona, já, hann hann einhvern veginn þykist sjá í gegnum samfélagið, það eina sem hann gerir hann bara ofbeldismaður og afvæta og fíkil sem að harneitar því að það sé eitthvað að hjá honum, sko. Treður sér inn í líf einhverja fjölskyldu og lætur hann að tigna sig og nákvæmlega, lætur algjörlega að dýrka sig en hann getur haft samskipti við hann því þú veist, hann hefur einhvern veginn svona þeir eiga sameiginlega reynslu og það finnst líka smá í þessu væntum að það var einhver blaðamaður sem spurði hann ekki brjálaður yfir þessari bók þannig að þessi fyrsti pabbi sem svona grasalækna típa einhver og þá segir hann hann nú bara þannig að hún finnst alltaf gaman að láta tala sig ef hann fær athygli þá hann sáttur það er svo PR-maður já. En heldur að segja algengt hjá konum að þær séu að því að þetta hljóma svona eins og að maður gæti fyrst, þú segir þetta að hún var að leita ástinni en svo þegar þú talar meira þetta þá er þetta einhver mískilningur hvað er ást að ætla að taka og reisa menn við sem er náttúrulega harmleikur fyrir hana en sumuleyti líka ekki gott fyrir mennina að fá svona konu þetta er sísta sem að þeir þurfa á að halda í svona kona í sínu lífi sko einhverjir þeirra beinlínis eru bara ganga á lagið en einhverjir kannski ímynda sér að þeir geti einhvern veginn svona einn að greinlega ætla að reyna að bjarga henni sem hún finnst hann sér að hún er á vondum stað en hún vill hann ekki sko það er svona það er sem að Andrew og þú haldir svolítið með honum en hann er svo ósjarmerandi líka þannig að maður skilur alveg að heroínistinn kannski var svona skemmtilegri og það er einn sem heitir listamaðurinn sem er eitthvað svona algjörlega gagnslaus og sjálfhverfur listamaður en hann er allavega skemmtilegur eins og hann lýsir honum og það var gaman að vera með honum en ekki hafa hann sem stjúpföður En ef að hún hefur orðið fyrir áfalli og kemur svona inn í lífið og horfir á hlutur sitt gagnvart köllum og hlutur ástarinnar sé að lækna menn. Hvað er það þá sem að veldur því að þessi kallar eru svona gallaðir? Er það bara að kallkynið bara svona gallaðir? Já, það er náttúrulega þetta eru gallaðir menn og fórnarlömb feðraveldisins og allt þetta, það er svona, já en það er kannski sko það er eiginlega engin greining á þeirra fortíð í þessari bók þannig að þú þegar þú lesa þá hugsar og ég tanna ekki þetta þýða þá lítur að hugsa já. En þeir koma mér svona eins og einhverja myndir hérna inn sko hver kafli er einn kall þannig að já, en svo er náttúrulega þetta með hvernig kallmenn, það kemur í ljós til dæmis, sko hvernig þau komast alltaf upp með þetta ofbeldi, það er mamman þarf alltaf að flytja og mamman biður börnin afsökunar á því hún hafi verið lamin og hún flýr til vinkonu sinna sem er þarna kölluð litla skýið af því hún er alltaf í reykskýi undir eldhúsviftunni og hún á í forræðisdeilu við barnsföður sinn og hann er sonur fyrrverandi forsætisráðherra og þar kemur svona í ljós hvernig hann hefur alltaf töglina haldirnar í þessari forræðisdeilu vegna þess að hann er með eitthvað á bakvið sig, hann kann að tala við lögfræðinga sem hún kann ekki, hann kann að hafa samskipti við opinber yfirvöld, eitthvað svona. Þetta er hans heimur. Þetta er svona heimurinn hans og hún er bara þarna reykjandi og segir einmitt þessi djöfusins kallar. Það er svona... Sem að ráður svo stöldur, sjálfum sér og öllum til óþurftar. En Andrew Holden, þetta er fyrsta bókin hans, en hann er ekkert ungur. Hann er bara á besta aldri, hann er hátt í 50. 50, hann er 48 í dag, þannig að hann er verið að skrifa þetta 45 ára eða eitthvað laus. Já, hann er menntaður blaðamaður
byrjaði sem próforkalesari og sagði hann sko að því að þá var hann með konunum, hann segist að betra með umgangast konur. Síðan var hann smá sem hann pislahundur og ritstjóri og skrifaði pisla í Dagens Nyheter. Hann var líka í hljómsveit á tímabili, hét þá Andref held ég Bergström. Hann hefur líka sagt frá því að hann hafði mörg ættanöfn. Hann hét alltaf, fyrst hét hann Del Hey, hann segir frá því, það er eitthvað franskt ættanöfn sem pappans hafði. Og síðan skipta hann alltaf sko, þau skiptum eftir því sem komu nýju pappar. Og þannig hún bara var að giftast þessum mönnum? Ég veit ekki hvort það var endilega þannig sko, ég held bara þau tóku hérna einhvern veginn. En já, hann endaði svo með nafn mömmu sinna sem held að hún hafi bara notað. En svo hérna ákvað hann og bróður hans, hann fór í einhverjum svona ættfræðirannsóknir tengslum að vera að leita að pabbi hans ófeðraður, hann langaði að vita hvað hann kæmi. Og þetta Walden sem sagt fjölskyldu, hvort það var einhver afi eða langafi, og hann og bróður hans allavega eru búin að taka það upp aftur og svona tilraun til að búa til nýtt fjölskyldunafn sem tengist engum af þessum köllum. Já, sem eru sama og börn þræla gerði í Bandaríkjunum. Svo frægt með Malcolm X að finna eitthvað annan nafn sem tilheyrir réttri sögu. Herðu, en endurminningar barna hippakynslóðinnar, þetta er eiginlega bara bókmenntagrein. Þetta er til á Íslandi, mér svo? Já, einmitt. Auður Jónsson, sko. Það er allavega til einhver, já, einmitt. Grey hippakynslóðin, sem að hérna... Já, en sko 60, já, þessi kynslóð er náttúrulega svolítið svona, mér stundum yfirlætið er eitthvað, þú finnst að hafa fundið upp allt, viti allt, bara þau fundið upp kynlífið stundum, en maður bara, hvað? Þú veist, hvað er þetta? Þú veist, það eru þau sem vita hvaða matur og hollur. Og ennþá spila sömu músíkina sem þau hlustuðu á 16 ára. Á eitthvað sama, já, nákvæmlega, já. Þannig er einmitt einn maður, sko, Fíkill, sem er einmitt í svona fötunum sem voru í tísku, þú veist, þegar hann var upp á sitt besta. Og það er ekkert verið það er engin þróun. Þetta er eitthvað svo... En svo sést í músíkina, svo var ég taka dæmi hana, það sem fólk ennþá að hlusta á unglingaherbyggis músíkina, komið á áttræðisaldur. Já, nei, þetta er alveg sér grein og þetta er, hann reyndar, ég hlustaði á viðtalið við hann í einhver útastöð þar sem hann var einmitt að segja að hann var kannski, sko, vondimaðurinn í hináttina, hann á 2 syni sem eru 10-12 ára og hann var búin að ofvenda það svo mikið að þeir væri bara svona orðinálgerir aumingjar, hann var að eitthvað staðar príla hún í klóakið undir Norrköping þegar hann var 12 ára og smurði nesti sitt sjálfur og svona og hann sagði, svo er ég komið bara á þann stað, ég hugsa bara, hvað er ég búin að gera við þessa drengi? Þeir eru bara inni að spila tölvuleiki að því það er svo hættulegt að fara út. Þetta er bara... Manstu ekki eftir, það er kynslóðakenningin ég man ekki hvað eru kallaðar. Hún gengur einmitt út á þetta, sko, að vanrækta kynslóðin, hún býr til ofvönduðu börnin og svo gengur þetta einhverja 4 kynslóðir hring eftir hring. Þannig að það er uppeldið þitt, ræður því hvernig þú elur upp börnin þín og sem uppeldið þeirra ræðu og þess vegna heldur það áfram og það er kannski hefur meiri áhrif heldur margt sem að við myndum ráða út úr svona félagsþróuninni eða samfélagsþróuninni þannig að það er svona innbyggt inn í þessa reynslu. Sko, já, hann ætlar ekki að láta þá einhvern veginn gangi gegnum það sem hann gerði. En svo er þetta svo fyndið að mammas lét hann fara í 25 kilometra eða eitthvað í Waldorfskóla af því hún ætlaði nú ekki að hafa hann í þessum ómögulegu borgaralegu skólum sko. Þangað til einhver pappinn sagði hvað ruglert, hann fer bara í skólan hinum með hornið. Þannig að þú veist, skipti það mjög miklu máli. En svo var stundum sko, þú veist, og svona, margt annað sem vantaði sko. Já, svo einhver svona skekkja í þessu. Já, einhver svona, ég ætla að láta hann verða svona skapandi og borða grænmetisfæði. Og það er einmitt svona skemmt. En svo vanrækjan er umverulega á öllu. Já, nákvæmlega. Og svo skemmtilegt að hann er skemmtilega kaplið þar sem hann og vinur hans, hann lýsiði hvað þeir eru með mikið kjöt á heilanum. Þeir eru svona Waldorfbörn, lifa í einhverjum svona baunaheimi og þeir eru stöð, sko, vinur hans, sko, einhvern tímann býður mamma þeir á skyndibitastæðum og þeir maður borða það sem þeir vilja og hann ætlar sko að borða 10 hamborgara. Þeir eru svona kortið frá mannláti þessum baunuvöllum. En það er reyndar, svo náttúrulega Mikael Torfason hefur líka verið að skrifa, hans foreldrar eru líka þessari kynslóð. Heldur þetta sé að þessi kynslóð, 68 kynslóðin, að hún muni fá
börn þeirra muni skrifa bækur, svona uppeldisbækur þetta er svolítið uppgjörsbækur við hugmyndir foreldrana. Þetta er ekki bara venjulegar uppeldisbækur, þetta er líka uppgjör. En þessar bækur nefnilega einmitt, eins og þessi, eru svolítið svona hlýlegar í garð foreldrana. Þau voru allavega með einhverju hugmyndafræði, voru að gera eitthvað sem þeim fannst rétt. Þau voru ekki einhvern veginn alveg gegnsýrða neysluhyggju og svona efnishyggju og svona. Þú veist, mamma sér alltaf að prjóna á peysur í einhverjum haustlitum sem hann hatar náttúrulega, en þú veist, hann langar í eitthvað annað. Ég held að okkur vanti þetta. Já, ég held nefnilega, og þetta er kannski að koma aftur. Litina, þessi koksgrái litur okkar tíma, þessi með bara eitthvað þunglindislitur. Það væri nú fínt að fá eitthvað svona psychedelic stemmingu. Ég held það nefnilega, Já, hann er einmitt, hann á að ganga með einhverja prjónahúfur, svolítið svona eins í á Bóta Boy, þar sem hann er svona hippi og hann hatar þetta allt saman, hann langar í eitthvað svona nægdót og hann lýsir því einmitt þegar hann fær fyrstu sumarvinnulaunin sín, þá kaupar hann eitthvað gulan plastjakka eða eitthvað svona og eitthvað svona drasl, eitthvað þú veist, vill fá, þau með ekki, það með alls ekki, það er ekkert plast, þau eru á móti plasti, það er, þú veist, en það er náttúrulega, þú veist, svo koma önnur kynslóð, svo er þetta komið, Þú kom í ljós að þau hefur rétt fyrir sér. Já, kannski, með svolítið. Herðu, þú þýðir svolítið mikið, ekki? Jú, ég þýði svona, þýddi ég reyndar í fyrra, ég var að þýða hana svona í desember í fyrra, svo hef ég svona 1-2 bækur á ári. Já, kannski mikið. Já, það er slatti. Þá þarftu að setja á því svona haus þessa manns. Já. Forröðu hvernig það er að ganga með það. Stundum finnst manni erfitt að skrifa bara út viðtöl, að ganga með einhverja aðra mannesku og þurfa að skila henni á sér. Einmitt. En það lítur að vera svolítið erfitt að skila höfundi frá sér í því. Já, en ég veit ekki, ég mér finnst kannski svolítið svona erfitt að tala um eitthvað sem ég ger. Þetta er eitthvað bara frekar, þessa bók til dæmis líka bara skoðaði ég og mér líst á þetta. Ég hef líka verið að þýða Tóti Illesen og það er eitthvað svona höfundur sem ég hef lengi lesið og tengt við. Ég þýddi Múmínálfana, það voru náttúrulega bækur sem ég var búin að lesa síðan ég var 6 ára eða eitthvað svoleiðis, En en þetta er bara, maður þarf, þetta er svona öfugt við að skrifa, maður ræður ekki eins miklu, maður skrifar sjálfur og maður þarf svona, þetta er svolítið svona eins og þræða perlur upp á band, bara maður þarf einhvern veginn að setja sig svona, inn í anda þessara bókar en líka þannig að hún sé á einhverju íslensku sem fólk og svona hugarheimi sem fólk bara les í gegnum að því að ég er allavega að lesa þýðingar þá vil maður ekki láta þýðinguna trufla svo mikið þannig ég er svolítið svona að reyna að hafa þetta á svona, þannig að þetta renni smúð, eins og maður segir. Svona endurskapa þetta eitthvað leyti. Já, en svo hef ég hlustað viðtöl við höfundinn og maður svona, ég hef lengi lesið nefnilega, þessi bók vakti athygli mína því að hann skrifa frábæra pistla, mjög svona skemmtilega pistla, dagblaðapistla þannig að og svo sá ég bara, ég held að bara daginn sem hún kom út eitthvað kemur gagnrýni og ég sá allavega 1 eða 2 gagnrýnendur sem ég er oft sammála voru að skrifa hvað þetta var góð bók og þá ég sagði það sem er kannski skemmtilegt þessi kona sem við erum svona oft á sömu línu og svo gekk hún svona vel. Þetta var næst sögulegasta bókin 2023 í Svíþjóð. Það var hún Lucinda Riley sló hann út. Hvað er það? Það er 7 systur. Þetta er svona, hún var að koma held í síðasta bókinu í íslensku daginn. Mjög vinsælar. Herðu, þessi djöfulsins karlar. Kærar þakkir fyrir þýðinguna. Ódís, takk fyrir að koma hingað. Já, takk. Og við snúum okkur að næsta máli. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.